Íris Lind Sæmundsdóttir Kjósvæl. Kæra þakkir Silja Bára og nefnd að fyrir ykkar tillögur og ykkar vinnu í þessu ferli. Mér langar að tæpa aðeins á nokkrum atriðum. Í fyrsta lagi varðandi 7. grein. Þá langar mig að leika mig svo lítil forvitni á að fá að vita hvað felst nánar í annarri málsgreininni núna eins og hún lögð fram eftir breytingu, eða tillögu til breytingar og hvaða skylda lögð á stjórnvöld að þessu leyti. Þetta nefna kannski einhver dæmi það sem nefndin sér fyrir sér að felist í þessu. Mér finnst þetta svona kannski svolítið óljóst fyrir mig að lesa þetta svona en ég myndi gjarna vilja sjá það. Svo í öðru lagi varðandi 8. grein. Þá það varðandi síðasta málslið 4. málsgreinar eða 3. málsgreinar. Nei, þetta er 4. málsgrein. Varðandi reglulega endurskoðun ákvarðanatöku. Nú eru sumar ákvarðanir endanlegar og ekki hægt að endurskoða þær. Þær kannski eru þannig séð ekki, hvað maður að segja, þær geta breyta þeim síðar vegna þess að réttaráhrif þeirra hafa þegar komið fram. Og svo, já, þær bara ekki hægt að endurskoða. Svo þarna átt við lagabreytingar að reglulega séu endurskoðu lög sem lúta að ákvarðanatöku það hvað skuli bundið trúnaði hverju sinni. Ég svona bara myndi gjarna vilja heyra svona aðeins nánar þetta. Og svo það varðandi 25. grein, varðandi menningarverðmæti. Ég hef svo sem áður gert grein fyrir afstöðu minni til þessara greinar. Ég var fjarverandi vegna veikinda þegar þessi grein og aðrar sem henni voru samhangandi voru afgreiddar inn í áfangaskjal. En ég gerði grein fyrir minni afstöðu hvað þetta ákvæði varðar í kjölfar þess að nefndin lagði fram kaflann til kynningar hérna á 10. ráðsfundi í byrjun maí og þá lagði ég til breytingatillögu á greininni þar sem að mér þykir hún vera að vissu leyti óljós og óskýr og hana skorti efnislegt inntak og ég taldi á þeim tíma og tel enn að hana megi útfæra betur. Þá benti ég sérstaklega á eins og Silja bara nefndi á þeim tíma að það væri svona vafasamt eða svona það þyrfti aðeins að skoða með hvað hætti þetta snertir handritin sem Íslendingar fengu afhent á sínu tíma frá Dönum og hvort sé að ræða gjöf eða hluti sem voru afhentir til varðveislu og þar sem lagaleg staða þeirra er óljós þá velti ég þeim fyrir mér hvort þarna sé ætlunin að festa hendi á eitthvað sem að við séum bara ekki hugsanlega vissum að við eigum. Svo síðan þá höfum við fengið náttúrulega athugasemdir sem að ég geta vissu bara að flestu leyti tekið undir og þar var bent á til dæmis að óþarfi væri að setja fram svona ákvæði í stjórnarskrá, það væri ekki þörf á því og vísað einnig til þess að stjórnarskrár Dana, Norðmanna og Svía innihalda ekki svona ákvæði og það var menntamálaráðuneyti sem meðal annars hafði þessa skoðun. Ég, eins og mér þykja allar tillögur nefndar að góðar í dag fyrir utan þessa, þá sé ég mér ekki stætt á að greiða þessum tillögum öllum atkvæði mitt í dag og ég mun sitja hjá. Ég hef hins vegar áður lagt fram tillögu að greinin verði afgreidd aðskilin frá öðrum ákvæðum sem eru henni samhliða þegar verið er afgreiða þennan heildarpakka og ég geri það enn og aftur að tillögu minni að þessi grein verði afgreidd sér þannig að ég geti þá allavega greitt með öllum hinum ákvæðunum
eða öllum hinum greinunum í kaflanum en ekki þessari, því miður. Þannig að takk fyrir.